Nýríki Nonni átti verksmiðju og stundaði fisklag með syðju. Hann heyrði til borgurunum, já fínustu borgurunum, og auðvitað var það afinn sem af öryggi kom fyrir tæki hans. Nýríki Nonni gekk með hvíthálslín og hugsaði verksmiðjan mín. En las bara Morgunblaðið, satt var á leið í svaðið og hækkandi verð var falið í hans dósa mat. Það var bara plat, Nonni. Hann skuldar hér og þar, hann skuldar alls staðar, en mest þó stórríki, ef hann fær ekki fé fer hann á hausinn og kné, en þá fékk hann hugmynd. Nýríki Nonni fór í bankann sinn og ræddi við stjóran bitlinginn. Æ, kæri, lán mér smáaur, hve mikið viltu, Nonni gaur? Mig vantar sko alveg staur upp í skuld til að fá, littu nú sjálfur hér á. En stóra stórríks einkaverksmiðja framleiddi mat sem stóriðja, var stærst yfir matarbransinn, sko frjálsi samkeppnisdansinn. Svo stórríkur nýtti sjansinn til að eigna sér lík, já svo gerði sú tík, heyr nú. Við skrifborðið satt og reykti stórríkur, hringdi stjórinn vitlingur. Nýríkur á víxlum gengur, hann endist vart miklu lengur. Skal hann fá sitt lán, minn drengur? Ríkur sagði nei, ég sjálfu fyrrbeg tjöfull. Svo Nonni fékk ekki lán, var gerður upp með smán. En ekki stórríkur, hann strauk sér miðju og keypti verksmiðju, já lagmeti syðju. Nýríka Nonna, fisklag með syðja, heitir nú stórríks verksmiðja. Sko frjálsi samkeppnisdansinn, þeir veiku fá aldrei sjansinn. Það leyfir ei auðvaldsbransinn, ef hann segir stopp, þá okkur til kropp. Já, einokunar kapitalismin. Komiði sæl og blessuð. Litla flugan berst ykkur að þessu sinni í mildum versmiðju þegi austan af fjörðum í fylgd hljómsveitarinnar Þokkabótar. Hún var skipuð nokkurum ungum músikantum neðan af Seyðisfirði, þeim Gylfa Gunnarssyni, Ingólfi Steinsyni og Magnúsi R. Einarsyni, en fjórða bótin var sótt suður til Hveragerðis Halldór Gunnarsson. Ferill Þokkabótar hófst með söng og leik á ýmsum skemmtunum. Meðal annars komu þeir suður og léku á þjóðlagakvöldi í Tónabæ sumarið 1974 við glimrandi undirtektir. Ótrúlega góður flokkur, skrifaði Ómar Valdimarsson í Alþýðublaðið og bætti við, textarnir mjög góðir og réttu megin. Söngvar Þokkabótar voru samfélagskrítískir, vinstra megin við miðju og hlífðu hvergi, nýríkum versmiðju framagosum og öllu þeirra niður suðu braski. Platan Upphafið sló í gegn og vinsalast af öllu varð lagið litlu kassana. Litlir kassar á Lækjarbakka, litlir kassar úr dingalingaling. Litlir kassar, litlir kassar, allir eins. Einn rauður, annar gulur, þriðji fjólublá, fjórði rönd og gul. Allir búnir til úr dingalinga, enda eru þeir allir eins.
landsmenn sem gangi í háskóla sem lætur þá inn í litla kassa, alla eins. Þeir gerast læknar og lögfræðingar og landsbankastjórnendur og við þeim öllum dingalinga, enda eru þeir allir eins. Þeir stunda sólböð og sundaugarnar og sjússa í naustinu og eignast allir börn og buru og börnin eru skýrð og ferm og börnin eru send í sveitina og síðan vitt í háskólan sem lætur þau inn í litla kassa og út úr þeim koma allir eins. Og ungu mennirnir allir fara út í business og stofna heimili og svo fjölskyldan sett í kassa, solla kassa, alla eins. Einn rauður, annar gulur, þriðji fjólublá og fjórði rönd og gul. Allir búnir til úr dingalinga, enda eru þeir allir eins. Litlir kassar á Lækjarbakka, litlir kassar úr dingalingaling. Litlir kassar, allir eins. Litlir kassar á Lækjarbakka, að lokum kæmast og fólk sem í þeim bjó að sjálfsögðu sett í kassa, svarta kassa og alla eins. Litlir kassar eða Little Boxes, lag Malvínu Reynolds sem vinur hennar, þjóðlagasöngvarinn Pete Seeger, gerði frægt árið 1963. Þokkabót tók þetta lag til handargagns fyrir sína fyrstu plötu, Upphafið, og fengu Þórarinn Guðnason til að þýða og staðfæra textan líf okkar í hnotskurn, við fæðumst, búum og deyjum í litlum kössum. En innblásturinn að laginu mun Malvína hafa sótt í endalausar breiður einingahúsa sem spruttu upp eins og sveppir handa amerískri millistétt á eftirstríðsárunum. Rauðleitir textar Þokkabótar féllu í frjóan jarðveg á þeim slóðum þar sem pólitíkin hallaði sér til vinstri og sem dæmi má nefna afar jákvæðan plötudóm sem birtist í Stúdentablaðinu haustið 1974, en þar skrifaði GG. Það sem mesta ánægju vekur kannski sú staðreynd að Þokkabót hefur eitthvað að segja í flestum textunum. Margir þeirra flytja ádeilu og góð kímni jafnframt einkenni plötunar. Það nefnilega hægt að vera pólitískur án þess að vera leiðinlegur. Vort líf svo til eintómasna stykki, jafnt upp af sem lokast spil. Enginn skilur kvöldsins nóbóð frykki, né dagsins gerir skil. Við neyðumst til að gera eitt og annað, þótt ýmsum eigi slá á frest. Sumt lofað, annað aftur bannað, og alltaf það sem best. Margir syndarinnar sýnir, og sumra leið býsnum stráð. Þeir góðu ekkert betri en hínir, ef undir feldinn gáð. Vort uppaf var víst oft á tíðum svunnið, í ærsla fullum gáska leik, en undan alla hefur líf vort runnið, og hverfist loks í reik. Nei, enginn skilur kvöldsins stóbóð rykki, né dagsins gerir skil. Vort líf svo til eintómasna stykki, jafnt upp af sem lokast spil. Jafnt upp af sem lokast spil.
það var ekki síst Ríó Tríó manninum Ólafi Þórðarsinni að þakka að strákarnir í Þokkabót komust inn í hljóðver og gátu gert sína fyrstu plötu. Óli hvatti þá Gylfa, Ingólf, Halldór og Magnús til dáða og stjórnaði upptökum á plötunni sem fékk nafnið Upphafið. Ekki voru aðstæðurnar upp á marga fiska, hljóðritað í kjallaranum undir Þórskaffi á 2 rása tæki, en útkoman hitti í mark. Fyrsta upplag, 3000 plötur, seldist upp á svipstundu og var sannarlega bara upphafið. Næsta plata, Bætiflákar, kom út árið seinna, 1975. Þar varð sú megin stefnubreiting að í stað þess að nota erlend lög sáu piltarnir nú sjálfur nánast allar tónsmíðar. Fyrsta platan var aðalega eldra efni sem þeir höfðu notað á ýmsum skemmtunum, en þegar plata númer 2 stóð fyrir dyrum, settust þeir sjálfir við skriftir og gerðu bæði texta á lög. Einnig fengu þeir að láni ljóð hjá nokkrum heldri skáldum og þar á meðal var Þórarinn Eldjárn. Gaman að stökk á stöng, ef stöngin þín nógu löng. Sveinbjörn átti stökk og stökk, hann stökk og flaug loftin dökk. Að morgni dags á myrkur tíð og mýrin undir djúp og víð. Gráan bók á baki bar, bækur Hómers lágu þar. Þá var öldin önnur, Sveinbjörn stökk á stöng. Þá var ei til Bessastaða leiðin löng. Sveinbjörn tróð inn tæruloft sem tímaviltur helíkopt. Hómer þýtti í huga sér og húfu var með loðið Nausti kalmúskápan blá, með gröfum landist til og frá. Á Bessastöðum bak við dyr biðu skólapiltarnir. Þá var öldin önnur, Sveinbjörn stökk á stöng. Þá var ei til Bessastaða leiðin löng. En okkur skortir allan dög, við eigum ekki slíkan hug. Engin Hómer, ekki neitt, ekkert nema röflið eitt. Marteinn fór og stökkvi á stöng, stefnan bæði lág og röng. Staðreyndin sem sagt sú að Sveinbjörn heitir Valbjörn nú. Þá var öldin önnur, Sveinbjörn stökk á stöng. Þá var ei til Bessastaða leiðin löng. Já, þá var öldin önnur, Sveinbjörn stökk á stöng. Þá var ei til Bessastaða leiðin löng. Þá var öldin önnur, Sveinbjörn stökk á stöng. Þá var ei til Bessastaða leiðin löng. Já, þá var öldin önnur. Hið ódauðlega og bráðskemmtilega ljóð Þórarins Eldjárn latínu kennaran Sveinbjörn Egilsson með lagi Gylfa Gunnarssonar af annarri plötu Þokkabótar, Bætiflákum. Þórarinn hefur nú varla verið nema svona kannski 25 ára þegar hann orti þetta komíska ljóð og gaf Sveinbjörni þýðanda Hómers lítið eftir í orðsnildinni þegar hann sagði: Sveinbjörn tróð hinn tæru loft sem tímaviltur helíkopt. Hómer þýddi í huga sér, húfu bar með loðið der. Og ekki síðra hitt ljóðið sem þeir Þokkabótar piltar tóku til handargagns úr sjóði Þórarins, en þar fer trega söngurinn mikli möfi. Ó, reiðhjól best og rennur utan stans, jafn brennilegt að aftan sem að framan. Þú varst stolt hins þýska verkamanns sem þreyttum höndum skrúaði þig saman. Ættjörn þín var ótal meinum hrjáð, af þeim sökum hlust úr land að fara. Sjá hér þín örlög utan garðs og smáð, í Auðvaldslandi köld á norður hjara. Í landi þessu létta mjúka hjól, þú lendir brátt í mínum ungu höndum. Ég fylltist gleðir, fékk ég þig jól. Fegur þín var svört með hvítum röndum, við ókum saman yfir hvað sem var. Enginn tálmi sá við þínu drifi, tíður gangur þinn af öllum bar. Því
Því skal ég aldrei gleyma meðan lífi, og þá var ekki vont að vera til. Veröldina liðum við í draumi, en óvinurinn beið á bakvið til. Og brýndi klærnar oft og títti í laumi. Svo spratt hann fram og spottaði þig kjól. Sparkaði í þig ljóstig nöfnum ljótum. Möfði drusla, drasl og skrapa tól. Dekkin riða sætið meiðir skrótum, og áróðurinn undir lagði mig. Auðvaldsstíginn spillti hjarta mínu, eins og kvartur flekkaði ég þig. Og fyrir gerði öllu trausti þínu. Ég málaði þig blátt og breytt hnatt, og bætti síðan ennum góðskuverkið. Ég dró úr pússi mínu lútsterkt lakk, og lakkaði yfir stoltið vörumerkið. Þú týndir öllu eðli þínu fyrrt, úr þér streymdi lífsnautnin og safinn. Þú mistir heilsu, gerði stíft og styrt. Þín stóra sál var bæði dauð og grafin. Þannig fer ef vilji manns vill. Vögguð lundin alltið rétta svíkur. Það best að vera hreinn og heill. Í hug og verki traustu bjargi líkur. Þið skelfið mig ei lengur hætishót. Heimsku því sem alla gleði stífið. Ég hef iðrast, ég skal gera bót. Ég skal renna á möðu gegnum lífið. Ég skal renna á möðu gegnum lífið. Ó reiðhjól best, þú rennur utan stans, jafn rennilegt að aftan sem að framan. Þú varst stolt hins þýska verkamanns, sem þreyttum höndum skrúfaði þig saman. Þannig hljóða fyrstu línur möfukvæðis eftir Þórarinn Eldjárn, tregasöngur reiðhjól, tilengaður fórnarlömbum möfuofsóknanna á Íslandi, eins og segir í plötubæklingi. Lagið samdi bassaleikari Þokkabótar Magnús R. Einarsson í snarhasti á einni dagstund og gerði vel. Í hljómplötudómi í Tímanum fékk platan Bætiflákar 4 stjörnur og plús og var þessum lögum tveimur við ljóð Þórarins Eldjárn hrósað mjög af kritikarnum GS. En í blaðaviðtali upplýstu Þokkabótarmenn að þeir hefðu sendt Þórarni pröfu upptöku af báðum lögunum og skáldið sendt bréf hæl og sagt að sér fyndust lögin vond. Eru þessi lög Gylfa og Magnúsar þó einhver albestu lög plötunar sem hefur annars að geyma ýmsar perlur og þar á meðal miðvikudagur. Miðvikudagur og lífið gengur sinn gang. Svo Guð hefur sjálfur í andverðu hugsað sér það. Manni finnst þetta dálítið skrítið en samt það satt. Því svona hefur það verið og þannig það. Hér gangir hér með þann sama svip og í gær. Hér sigrandi fullhugar dagsins sem krónunar þýfir. Í morgun var haldið upp og á eignum manns. Sem átt ekki nóg fyrir skuldum, þannig lífið. Og mennirnir græða og mennirnir tapa á víxl. Og mönnum lánað og engin skuld sína borgi. Alvíkustrætin hvert múksins háværa öst. Og morgunblaðið það kippir á Lækjartorgi.
Bjartur múrari teiknaði streng í gær. Í dag verður herra Petur sem kaupmaður grafinn. Lag Ingólfs Steinssonar við ljóð Steins Steinars, Miðvikudagur, prýtt undurfallegum flautuleik Eggerts Þorleifssonar, eitt af mörgum snilldalögum sem finna má á annarri plötu Þokkabótar, Bætiflákum. Innblásturinn sagðist Ingólfur hafa fengið í Dumbungi á leiðinni milli Flugfélags Íslands og Nýjagarðs, þar að segja í Vatnsmýrinni, en mörg af lögum þessarar plötu urðu víst til í flugvélum milli Reykjavíkur og Egilsstaða. Sumarið 75 var óvenju sólríkt á Seyðisfirði. Það hljóp náttúra í skáldinn bæði innan og utanverð og einstaka sinnum varð hinn rauðleiti ádeilu blær textana að víkja þegar grasgrænan umlukti allt. María Jóna í möttlinum græna mætti ég tróna við hliðin á þér og undrast á tóna í unastund væna sem munnvörpum bóna gerir í mér. Þitt ákafa andvar eigur minn hóstar, þín hljóðfagra harpar herðir minn lostar, veldur mér þorstar. Málkútt hljóðræn og meinlegu tilsvör mala nú óðfluga gulli minn óð. Léttir þann róður, geðbrúð og grandvör með grasið í skónum, ég rek þína slóð. Þitt ákafa andvar eigur minn hóstar, til hljóðfagra harpar herðir minn lostar, veldur mér þorstar. Ákafa andvar eigur minn hóstar, til hljóðfagra harpar herðir minn lostar, veldur mér þorstar. Mýktin og lípur, máttur og snerpa, myndræni svipur, auka mér sín. Handa mér fýpa, huga minn skerpa, ljóðlega tripla, ég ská hann til þín. Þitt ákafa andvar eigur minn hóstar, til hljóðfagra harpar herðir minn lostar, veldur mér þorstar. Mansöngur Halldórs Gunnarssonar við lag Donovans snýst að nafninu til fraukuna Maríu Jónu, en í raun er verið að syngja grasinu lof, grasi af þeirri tegund sem vex allt árið kring. En þá skulum við slá botnin í plötu númer 2 og huga að þriðju plötunni sem Þokkabót gerði á jafn mörgum árum. Hún hét Fráfærur og kom út 1976. Verða
Leifur Hauksson söng eigið lag við ljóð Steins Steinars Utan hringsins af 3. plötu Þokkabótar frá Færum. Þarna höfðu orðið nokkrar mannabreitingar í sveitinni, því Leifur Hauksson, Karl Sighvatsson og Sigurjón Sighvatsson voru komnir til leiks ásamt þeim Halldóri Gunnarsinni, Ingólfi Steinsinni og Eggerti Þorleifsinni og reyndar komu margir fleiri að gerð plötunar, þar á meðal hljómsveitin Diabolusinn músíka. Og nú urðu talsverðar hræringar í kringum plötugerð Þokkabótar. Pólitískt moldviðri þyrlaðist upp úr kaffibollum kommunista og kapitalista og voru hvergi spöruð stórirðin. Útgefandinn Mál og menning hafði nefnilega verið svo rausnarlegur við hljómsveitina að hafa hann á launum á meðan á gerð plötunar stóð og þar með var fjandinn laus. Vísir vakti athygli á útgáfu plötunar með því að básúna stórum stöfum kommarnir finna nýja áróðursleið en gagnrýnandi stúdentablaðsins PBB sló upp mynd af þjóð, sljórri af ánauð íslensks ríkisútvarps og kögur sveina þeirrar freku menningarmafíu. Hægri og vinstri fylkingum laust saman og atómstöðvar ljóð Halldórs Laxness Óla fígúru átti við sem aldrei fyrr. Fallin Óli fígúra, formyrkvun landsins barna, fjandinn sá arni Keflavík. Land vildan selja, bein vildan grafa, blautur sem kvelja, atómstríð vildan hafi Keflavík, atómstríð vildan hafi Keflavík. Fallin Óli fígúra, formyrkvun landsins barna, fjandinn sá arni Land vildan selja, bein vildan grafa, blautur sem hvelja, atómstríð vildan hafi Keflavík, atómstríð vildan hafi Keflavík. Þokkabótarmenn sneru aftur þríeldir á sinni 3. plötu og hvestu branda sína svo undan sveið, ýmist með eigin textum eða annara, eins og hér í lagi Halldórs Gunnarssonar við ljóð Halldórs Laxness Óli fígúra. Þetta lag sagði hljómplötu gagnrýnandi Þjóðviljans. Það snerpa og órói í flutningnum og engu líkara en að kórinn standi á leiði landsölumannana. Menn voru sumsé enn í sárum 1976, heilum aldarfjórðungi eftir að herinn hóf sælgætisdreifingu á Miðnesheiði með tilheyrandi afleiðingum fyrir alþýðumanna á Íslandi. Öll seinni plötuhliðin á Fráfærum ein svíta gegn hermanginu, lög með nöfnum á borð við aðför, víti til varnaðar, verndarhöndin og frostbitin þjóð. Og enn skrifar plötu gagnrýnandi Þjóðviljans GG og eirir engu. Í Fráfærum fjallað komu brosandi kana sem útdeila kók og tyggjó, þau manndráp sem þessi brosandi her framkvæmdi á sama tíma í Kóreu og Víetnam. Vikið að vígbúnaðar kapplaupi og vopnuðum friði, en mestu rými varið til að minna á þau áhrif sem hersetan hefur haft á íslenskt þjóðlíf
og á skelegan hátt rakin efnahagsleg bönd sem hnýst hafa í áratuga hersetu, bæði þeir aurar sem alþýða manna hlýtur og milljónirnar sem renna æðar sís og annara hermangs fyrirtækja. Tilvitnun lýkur. Víkei frá mér, veitur við hér, settum ekki á flæðisker. Framsóknarvald, sissins nærhald, það vald að kynnist út af því. Olían flæðir gegnum æðar yfir því. Auðurinn læðist og við vansam til Víkei frá mér, veitur við hér, settu ekki á flæðisker. Þetta gaf vald, sissins nærhald, það vald að kynni þunglindi. Steipan og styrkir allar stóðir hjá þér. Lóarnir verða á ballónir á mér. Víkei frá mér, veitur við hér, settu ekki á flæðisker. Eimskipa fjörð, þessi sem snæröð, það valda kynni anstreymi. Hviðfulla fiskum börnum fara til teig. Með gotn á diskinni baka leiði fyrir því. Kanntu varna veita, kanntu varna veita, No, we want to save you. No. We want to save you. Hann gæti orðið hér eilíflega, engill dauðans í heiðinni, sem vilja getur ævinlega, augra sálum leiðtoganna. Nokkur von, nokkur glæta. Í landi lausa sölum, lígi mála sambanda, sem vilja fjallkonuna fölum, feigða stjörnur útlanda. Nokkur von, nokkur glæta. Getum við mammons millu storkað og magnað út af læginu, hverju fær lag og óður orkað í atómvéla nættum. Kannski von, kannski glæta. Tvö stutt lög úr svítunni Fráfærum, Nær höld og Glæta, lög og ljóð eftir hljómsveitina Þokkabót, en eins og áður hefur komið fram spunnust þó nokkrar deilur pólitískt innihald plötunnar, varð meðal annars nokkurt vopnaskak milli Páls Baldvins Baldvinssonar á Stúdentablaðinu og Ólafs Helga Kjartanssonar sem skrifaði Vökublaðið, og áhugasamir geta flett þessu öllu saman upp á tímarit.is, langi þá að lesa meira.
Litla flugan hefur sveimað ofurlítið vinstramegin við miðju í fylgd hljómsveitarinnar Þokkabótar en nú er mál að linni. Við kveðjum með lagi af 4. plötunni og eiginlega þeirri síðustu í Veruleik hét hún og kom út 1979. Lagið og ljóðið er Fullorðinsleikir eftir Halldór Gunnarsson og línurnar eru enn í fullu gildi. Við kunnum að skulda og hátt okkur reykjum, hálf stálpuð þjóðin í fullorðinsleikjum, verði sæl. Silfraðar svefnfjaðrir fjúka, svefnfjaðrir borgina strjúka, hvisttaktar aldunnar hljóma, hrotur frá gluggunum óma. Ljúka upp augunum, hátimbruð húsin, hrist af sér nóttin og svefnbrotu blúsin, ljúka upp viðjandi bréflúum munnum, á blöðum dagsins hungru kjamsa. Úr bílskúrum tíkurnar rassana reka, rífast stæði og æpa á leka, úr ráðþrota fingunum peningar fjúka, í póker dagsins stima mjúka. Við kunnum að skulda og hátt okkur reykjum, hástálpuð þjóðin í fullorðinsleikjum, velstæð og bústinn í víxborum stöndum, í villum leik á Spánarströndum. Og blaðsalar kalla, þeir selja okkur slísinn, sálirnar hverfa í ísinn og þísinn, öldurhús gleipan í biðröð í bitum, borgarlífið skiptir litum, druknar sól og drjúpa veiga, reykur par í hreiðrið flagrar í svefn. Silfraðar svefnfjaðrir fjúka, svefnfjaðrir borgina strjúka, hvisttaktar aldunnar hljóma, hrotur frá gluggunum óma.